hvernig hefur fjölskyldu lífið þitt verið? Hefurðu verið gift? Ertu ennþá giftur? Nei, það endist engin kona með mér. Nei. Ég alveg ómögulegur í samband. Já. Nei, ég klúraði því stórfenglega. Það sem sagt, ég fyrir að vera svo busy að og fyrir að elta svo mikið, þú veist, það er svona típist, sko, þú veist, á þessum tíma ég er að umba skítamólar, ég er að umba mig og Gunna, við erum trúbadórar, ég er að vinna á FM, ég er að vinna á Pop TV, ég er að vinna í Ísland í dag og ekki það að ég hef beinlínis svona farið að miklast yfir eigin tilgangi í þessum heimi, endur það fer bara að vera svo mikið að gera og ég kann ekki segja nei og ég kann ekki setja mörk. Já. Og ég gaf út lag í hitti fyrra, þar sem ég er að þakka mömmu minni og barsmæðurum bara fyrir að hafa gefið mér það merkilegasta í lífi mínu, sko, sem eru samböndin við þær og börni mín og í þessum texta þá tala ég það, sko, að ég bara gleymi mér. Það bara, ég verð svo busy og ég fyrir að elta einhverju markmið og eitthvað og það bara, ég þarf að vinna svo mikið og eitthvað svipað eins og, heyrðu, ég fer bara á, fer bara á fund, 12 fund á morgun því að ég er svo busy, svo bara fresta maður yfir í næstu viku og þú hættir að fara í ræktina, andlegu ræktina þína og það náttúrulega verður bara feitur, skilur, dettur á æfingu. Og ég sem sagt veikist af alkohólisma og aftur búin að redru í einhver ár og dett í það og átti bara mjög brösugt með að ná mér upp aftur. Já. Og blessuð konan, hún döði nú þó nokkuð lengi, sko, en svo bara eðlilega gafst hún upp, sko, af því að ég var bara, ég fór í 4 innlagnir á Vog 2004. Já. 4 innlagnir, ég bara gat ekki verið edru og ég skildi ekki af hverju. Bara hvað er í gangi? Það bara, ok, ég er sem sagt bara búin að fá ótrúlega gjafir í lífinu. Þær eru trúlega bara búnar. Ég er bara búin með alla sénsa. Ég er bara búin að klúðra öllum tækifærunum. Þá er eins gott að vera bara í ruglinu, sko. Og 2004, já. Já, þá fer allt í skrúna. Já, og er það þú veist, eina barsmóðin eða áttur fleiri? 2 í viðbót. 2 í viðbót? Ég er að safna barsmæðurum. Einföldum líf okkar. Við erum með fullt af barsmæðurum. Já. Ok, hvað áttu mörg börn? 3 stráka. Já. Og með 3 konum? Já. Kallinn. Ég sagði við eina barsmóðum mínum daginn, ég sagði þannig að því að, sko, það gerir ekkert, sumir fyllaði mitt upp í sjálfstressi sitt með konum og that's not my point og hefur aldrei verið mitt forte, sko. Nei. Ég sagði við eina barsmóðum mínum daginn, ég sagði, veistu, ég hef bara ekki verið hvern mann kendur síðan við skildum 2017. Og hún sagði líka, þú ert líka fokkfurðulegur, sko. En það einhvern veginn, já, það bara... Þú hefur bara, síðan 2017, ertu að segja satt? Já, sverða. Ok. Og hvað gerðist þá? Ég bara, nei, ég veit ekki, bara, þú veist, maður fer að skoða svolítið stöðuna, ég er 50 ára gamall, ég greinist með 5 þættan hjartavanda og þá kemst ég að ég hef alltaf hugsað með mér bara, vá, fyrst ég er búin að lifa af það sem ég lifaði af, sko, þá verð ég helviti gamall. Svo allt í einu byrja svona krankleikar að kveða sig hljóðs og þá hugsað maður með sig, ég er bara ekki ódauðlegur og og svona svipað eins og þegar, þú veist, pappi sagði við mig, þú ert mjög líklega alkohólisti þannig að þú ættir ekki að drekka og maður hugsað með sig, hvað er hann að rífa sig? Ég get allt, ég er ódauðlegur, þú veist, þegar maður er ungu, sko. Fólk hlustar ekki á mann, það verður að reka sig á sjálft, sko. Alveg, einmitt. En þannig að, já, ég einhvern veginn, ég hugsaði með mér, ég kom inn á þennan stað í lífinu, þú veist, ég er búin að reyna, þú veist, þetta mörg sambönd, ég er búin að, ég ætla ekki að fara í þetta fyrir mér, ég er algjörlega búin að endurskoða sjálfan mig og mitt líf og núna er bara seinasti sénsinn til þess að vera ekki að reyna á þolmörk þess sem að ég tel vera rétt og gott, heilbrigt, uppbyggjandi og hvað ég vil gera í lífinu. Alla mína ævi hef ég verið til staðar fyrir fólk og verið svona einhvers konar sálfræðingur og veist, ég hef mikla reynslaði að hjálpa strákum í að vera edrú. Ég hef mentað mig mikið í svona
sjálfshjálpar bransa, ég klára ráðgjafaskóla Íslands, ég lært undirmeðvitundafræði, NLP, ég núna í háskólanám Akureyri í ráðgjöf, ég lært fjölskyldu og bara almenna ráðgjöf og hugsa bara svona með mér, hvar get ég staðsett mitt hlutverk í lífinu? Ég vil ekki vera stjarna, ég vil ekki vera, þú veist, það gerir ekkert fyrir mig að láta runga egóinu mínu skilur. Ég búin að reyna það, ég búin að prófa það. Það ekki lífsfyllingin, það ekki tilgangurinn að láta tilbyggja sig. Nei. Að ef ég að reyna að gefa alltaf út músík bara til þess að vera, skilur, relatable eða til þess að hei, hér ég, skilur. Já, ég þá. Já, ég sagði eins og í viðtalið að skipti mér rosalega miklu máli að ég ætla að vera legend. Svo bara leið og ég var búin að segja það bara skipti mig bara nákvæmlega engu máli. Bara að vera blás upp egóið sitt. Hvað ætla ég að gera sem restin af lífinu? Ég ætla að vera til staðar fyrir fólk. Ég ætla að nýta þessa reynslu mína, fíblaskapinn að hafa reynt á þolmörk þess sem ég tel rétt. Ég ætla að reyna að vera til staðar fyrir fólk, sko. Þannig að næstu áramót þegar ég klára þetta háskólanám þá verð ég vonandi búin að safna nógun kjarki til þess að opna bara ráðgjafarstofu.